Hér eru við enn séra Geir Voge og ég Halldór Gunnarsson með okkar þætti, Geir minn, og ég vil byrja á því að segja að ég hef fengið gagnrýni vegna þessara þátta sem ég er mjög ánægður með. Fyrsta lagi að þeir séu of langir og í öðru lagi að það sé bara alveg útilokað það sem þú talar heimsmálin í 2 þáttum að þetta geti staðist sem þú ert að segja. Þannig ég held að við verðum að fara með þig í yfirheyrslu að þú segir frá þeim heimildum sem þú hefur allt þetta sem þú ert að segja mér í þessum samtalsþáttum. Að þú staðfestir heimildir menn þína í eitt skipti fyrir öll. Já, það get ég nú ekki því að þeir eru miklu fleiri en þeir sem að ég ætla að nefna hér okkar á milli í dag. En við skulum byrja á manni sem að ég hef mikla trú á og hlusta mikið á. Hann heitir Pascal Lotta og er með podcast sem heitir Neutrality Studies. Þessi Pascal Lotta, hann er svisslendingur og starfar í Japan, ég held að hann kenni þar við háskóla. Hann er ákaflega fundvís á menn og málefni til þess að fjalla og það er einmitt þessi Pascal Lotta sem að talaði við svissneska höfuðsmannin Jacques Baud sem að var sviptur öllum heimild, öllum möguleikum á að lifa en hann býr í Brussel. Og ég skrifaði grein meðferðina á honum í Morgunblaðið fyrir ekki löngu síðan, en þarna á skjánum er hann að tala við Vladimir Brovkin sem að ég sagði frá í síðasta þætti. Ég hélt þá að hann væri ennþá búsettur í Bandaríkjónum en hann mun vera kominn til Evrópu. En hann hefur kennt í bandarískum háskólum áratugum saman, er upphaflega rússnesku mælandi og hefur mjög góða innsýn í umræðuna í Rússlandi. Brovkin gamli. Skrifað mikið sögu Rússlands og sögu Sovétríkjanna og Rússlands og er að mínu viti ákaflega áreiðanlegur fræðimaður. Nú það er annar fræðimaður sem að ég hlusta mikið á og er með podcast, svipuð því sem að Lotta er með og það er Persi, búsettur í Brasilíu og heitir Nima R. Al-Khorshid. Podcastið hans heitir Dialogue Works. Hann er eins og Lotta mjög fundvís á viðmælendur og velur yfirleitt alltaf að ég held ákaflega áreiðanlega menn sem að eru vel inn í málum, bæði vestanhafs og austan. Og einn af þeim sem að eru oft í viðtölum hjá honum og reyndar fleirum sem ég á eftir að nefna er Alastair Crooke, fyrir sendiherra Breta í Miðausturlöndum víða, mjög reyndur diplomat, var oft hafður í erfiðustu og flóknustu samningaviðræðum fyrir botni Miðjarðarhafs meðan hann var þjónandi sendiherra. Hann er mjög vel tengdur þessi maður og mjög vel inn í málum. Hann er með heimildamenn út allt fyrir botni Miðjarðarhafsins. Hvort heldur er í Ísrael eða Íran eða Líbanon eða Sýrlandi eða Tyrklandi. Hann er mjög vel tengdur og ég held að hann sé mjög marktækur. Ég tek mikið mark á honum. Podcastið hans heitir Conflict Forum. Svo nefni ég næstan Grikkja sem er búsettur í Kanada og er mjög virkur maður. Hann heitir Dimitri Laskaris og podcastið hans heitir Reason to Resist. Þetta er Kruk sem er hérna á skjánum núna en þetta er podcastið hjá Dimitri Laskaris og hann er einmitt ennþá held ég í Íran en hann var að fylgjast með útför Khameneis og hefur sendt nokkur podcast frá Íran undanfarna daga en hann er búin að vera þarna í ábyggilega viku eða 10 daga.
og kom inn á það betur í samtali okkar og eftir hvað þar hefur verið að ganga á. Nú, næst ætla ég að nefna ákaflega merka menn, þessa tvo sem er á skjánum núna. Alex Christoforou heitir þessi og hitt er Alexander Mercouris. Hann er lögfræðingur, búsettur í Bretlandi og er með oft í viku mjög nákvæma úttekt á ástandi mála, bæði fyrir botni Miðjarðarhafs og eins í Úkraínu. Hann er ákaflega vel að sér og kritískur maður, mjög kritískur, tekur ekki allt trúanlegt sem við hann er sagt. Hann á það til að vera gríðarlega langorður og nákvæmur, þannig að það er ekki víst að menn hafi heilsu til þess að setja í gegnum heilt podcast með honum einum. Þó er þeim engin vorkunn því að þessi löngu podcast okkar eru ekkert á við það sem að hann býður upp á, en það er feitt á stykkinu hjá hann. Þessi yngri skeggjaði, dökki, Alexander Christoforou er ólst að hluta til upp í Bandaríkjónum. Faðir hans var grískur diplomat í Bandaríkjónum og ég held að skólagangan hans hafi verið þar. Það er eins með hann að hann er ákaflega vel heima og vel tengdur maður, en hann er hinn mesti æringi, öfugt við Mercouris, og er með mjög stutt podcast þar sem hann gerir grín að öllu sem hann fjallar meir og minna, en er samt heldur sig við efnið og er nákvæmur og greinargóður. Hann er ekkert að leyna því að honum er betur við suma en aðra og sínu verð við aðra heldur en suma og á það til að uppnefna menn og gera grín að þeim, en það er nú gömul lenska á Íslandi að gera svoleiðis. Þessir fuglar sem við höfum verið að tala Mercouris og Christoforou, þeir eru líka með podcast hvor í sínu lagi, en eru saman einu sinni í viku á The Duran. Nú, ég held að mjög margir þekki Judge Napolitano sem heldur út í podcastinu Judging Freedom í Bandaríkjónum. Hann er fyrrverandi dómari, þess vegna ávarpa flestir hann Judge, og hann er með vikulega þætti þar sem að Ray McGovern, sem við eigum eftir að nefna, og Chas Freeman, sem við eigum eftir að nefna og fjalla betur koma jafnan fram ásamt Johnson, sem er Larry Johnson, sem við eigum eftir að tala betur og fleirum sem ég nefni kannski á eftir. Næst ætla ég að nefna heimild sem að ég horfi á daglega, tvisvar á dag, á morgni og á kvöldi. Það er Military Summary. Það er objektív úttekt á ástandinu á vígstöðvunum á hverjum degi, kvölds og morgna, og sá sem er með Military Summary er mikill friðarsinni. Hann endar allar útsendingar á því að minna á að hann sé á móti ofbeldi og styrjöldum, en gerir samt ákaflega góða grein fyrir stöðu hernaðarins á hverjum degi og bæði fyrir botni Miðjarðarhafs og þó einkum og sérilega í Úkraínu, og er, held ég megi segja, mjög hlutlægur maður, eða hlutlaus í ákvæðri merkingu þess orðs. Hann tekur ekki afstöðu, segir frá eins og honum virðist hlutirnir vera. Nú, næstan nefni ég mann sem að heldur úti podcasti, bandarískan landgönguliða fyrrverandi sem er núna búsettur í Austur-Asíu, kallar sig Brian Berletic og rásinn hans heitir The New Atlas. Hann er ákaflega vel heima í hernaðnum
og hann mikill áhugamaður og kunnáttumaður vopnabúnað og gefur oft nákvæmar skýrslur það hvernig stendur á vígvöllunum með vopnin, hvar vantar vopn og hvaða vopn vantar, og á sínum tíma þá flutt hann í hver einustu viku nákvæmar fregnir af því hvaða vopn Úkraínumenn fengu frá Bandaríkjunum og analýseraði eða greindi öll þessi vopn, kostið þeirra og galla og svo framvegis. Og hann hefur líka haldið þessu áfram eftir að vopnasendingarnar hafa að mestu leyti komið í gegnum Evrópulöndin og frá Evrópulöndunum og greinir þessi evrópsku vopn líka og leggur mat á gagnsemi þeirra. Ég vil aðeins stoppa bara til þess að gefa þér pínulta andrá, bara staðfesta það að gera. Þú hefur leyft mér að vera með í þessum pælingum þínum til allra þessara aðila og ég náttúrulega aftur og aftur næstum orðlaus á fylgni þinni í að geta greint rétt frá og ég sé eftir því að við skyldum ekki áður en við fórum í þessa þætti heimsmálin fara strax í þetta. Því að við fáum engar fréttir hér á Íslandi eða frá Vesturlöndum þá viðburði sem þú hefur verið að segja mér frá og við höfum verið að reyna að tæpa á. Og við það að fara yfir þetta eins og þú gerir hér, þá finnst mér við hafa efni á því að segja hlutina á þessum tímapunkti sem við erum að lifa núna sem við gerum á eftir. Þannig að þetta undanfarið þess að fólk átti sig á hér á Íslandi hvernig nokkur haldið algjörlega utan við fréttir sem réttar eru. Fyrirgeðu, halda áfram. Já, ég tek bara undir þetta sem varst að segja. Ég auðvitað held því ekki fram að ég siti uppi með allan sannleikann fjarri því. En með því að benda á þessa miðla þá geta menn sjálfir gengið úr skugga það hvað þeim finnst og hvað þeim finnst trúanlegt og metið sjálfir þessa menn sem að við erum að ræða Þessi maður til dæmis sem að á skjánum núna, hann heitir Willie Oam og Ástrali. Óskaplegt að hlusta á hann því hann talar með þessum sterka ástralska hreim þannig að það tekur mann dálítinn tíma að setja sig inn í framburðin þannig að maður skilji hvað maðurinn að tala Hann mjög, þetta sjáu þið að hvaða miðil hann notar, Ground News. Willie Oam stækur fylgismaður Úkraínu stjórnar og mikill áhugamaður og kunnáttumaður Úkraínu. Hann á marga persónlega kunningja á vígvöllunum þar og hefur mist nokkra þeirra því að ástralskir málaliðar hafa verið að berjast í Úkraínu gegn Rússum eins og hann hefur ekki lagt dregið dul á og hann með upplýsingar beint af vígstöðvunum oft á tíðum frá þessum úkraínsku vinum sínum, jafnvel myndbönd. En hann má eiga það kallinn að þó hann sé eindreginn stuðningsmaður Úkraínu þá lýgur hann ekki til Rússana eins og venjan að mér virðist vera venjan að gert sé í vestrænum fjölmiðlum. Hann segir það sem hann veit sannast. En hann dregur aldrei dul á það að all hans samúð með Úkraínu. En það má líka eiga það að hann virðist ekki vera neitt sérstakur hatursmaður Rússa eins og flestir fjölmiðlar á Vesturlöndum virðast vera. Og það annar af sama tagi sem heitir Alexandre Robert og hann heldur út í podcasti sem heitir History Legends. Ég hef gaman að kallinum þó hann sé ákaflega glannalegur oft á tíðum og nútíma maður mikill. Hann höfðar til unga fólksins, hann skýtur inn myndbrotum og athugasemdum úr kvikmyndum og seilist hér og þar í dægur menningu samtímans og kryddar frásagnir sínar af vígvöllunum og með því. Þannig hann að fjalla fyrirhugaðar árásir Úkraínumanna inn á nefið syðst við Dneprfljót Rússamegin og
er dálítið tvöfaldur í afstöðu sinni til þeirra áætlana. Hann er logandi hræddur hermennina, að þeir verið drepnir þarna eins og margir úkraínskir hermenn hafi verið drepnir þarna undan þeim, og hann er ekki trúaður á að þetta muni takast ef að Úkraínumenn ráðast í það. En það er að sama með hann dregur ekki dul á samúð sína með Úkraínu, en hann sýnir Rússunum að minnstakosti að vissu marki talsverða sanngirni eða réttsýni. Þessir sem við verðum ekki vör við í íslensku fréttaminn. Alls ekki hjá Ríkisútvarpinu, en einstaka sinnum bregður þessu fyrir hjá erlendum fréttamiðlum eða bráð þessu fyrir hjá erlendum fréttamiðlum. Mér reyndist gagnlegt á sínum tíma að hlusta á Deutsche Welle, þýsku útvarpsstöðina, sem að oft segir öðruvísi frá heldur en þýsku, frönsku og bresku opinberu miðlarnir. En í seinni tíð þá er nú orðið ansi görótt það sem borðið er á borð fyrir mann í Deutsche Welle oft á tíðum. Því að áróðurinn gengur allur út á það að Rússar sé að tapa þessu stríði og að Úkraínumenn sé að vinna það. Og það er, við kannski komum inn á það aftur seinna í öðru samhengi. Eigum við ekki að ljúka með því að tala The Deep Dive sem ég nefndi í þættinu sem var sendur út í gær, tekin upp fyrir mánuði síðan eða svo. The Deep Dive, það er Daniel Davis sem að stendur fyrir því podcasti. Hann er fyrir höfuðsmaður í bandaríska hernum. Hann er ákaflega glöggur, vel tengdur maður og gerir sér til hins ítrasta far að vera objektífur, vera hlutlægur. En það er með hann eins og marga aðra af þessum mönnum að hann talar við fjöldamarga í mörgum heimsálfum. Erum við með Daniel Davis, The Deep Dive, Kristján, einhver staðar? Vertu þarna augnablik. Þú varst á The Young Turks. Anna Kasparian heitir stúlkan sem þið sjáu myndina hérna. Þetta er félagi hennar sem er kjaftaskur mikill. Þarna kemur hún. En þarna kemur hún. Hún er engan veginn jafn glannarleg í umfjöllun sinni menn og málefni eins og félagi hennar. En þarna kemur félaginn. En það er mjög mikið að græða á þessum fjölmiðli, finnst mér oft á tíðum, sérstaklega í umfjöllunum Miðausturlönd, því að þau eru mjög vel tengd þar og hafa mjög sterkar skoðanir, skulum við segja, á mönnum og málefnum sem koma við ófriðin í Miðausturlöndum. En ég held að við ættum að enda á Glenn Diesen sem þú varst með upp á skjánum rétt áðan. Þetta er Alistair Crooke. The Greater Eurasia, því að mér langar til þess að segja frá því að hann gaf út bók, þarna er Diesen, The Greater Eurasia. Hann gaf út mjög merka bók fyrir rúmlega ári síðan. Hún heitir The Ukrainian War and the Eurasian World Order. Og þar byrjar hann á því að gera grein fyrir endalokum og niðurstöðu 30 ára stríðsins sem stóð frá 1618 til 1648 og í lok þeirrar styrjaldar var gengið frá friðarsamningi sem að grunni til stóð allar götur til 1914 og er undirstaðan þessir friðarsamningar í lok 30 ára stríðsins sem að kalla þeir Vestfalíu samningarnir í Vestfalen og Vestfalíu. Þeir eru undirstaðan að alþjóða lagakerfinu, þeir eru grundvöllurinn að Sameinuðu þjóðunum í rauninni, að hafrétti, þar að segja að hegðun á hafinu og svo framvegis,
banna sjórán og svo framvegis sem nú komið í tísku aftur núna og að hluta til Íman að grundvöllurinn af mannréttindum en hann lagði þessi friðarsamningar í Vestfalíu lögðu grunninn að þeirri hegðun sem verið hefur allar götur í Evrópu síðan að menn fara að lögum og reglum var líka í hernaði og þar grundvallarreglan viðurkennd til að ljúka trúarbragða stríðinu, 30 ára stríðinu Quis regis eius religio, það að segja þegnarnir skulu hafa sama átrúnað og konungurinn og þetta undirstaðan að ríkiskirkjónum á Norðurlöndunum og víða í Þýskalandi þar sem að þjóðhöfðingin að konungurinn var verndari kirkjunar og hafði verulega í hlutunar rétt starfsemi kirkjunana. Þannig að þessi Vestfalíu friður skiptir miklu máli varðandi þróun ríkis og kirkju, samskipta ríkis og kirkju á Norðurlöndum og í Evrópu reyndar, norðanverðri. En þessi bók, hún eiginlega ætti að vera skyldulesning öllum þeim sem að vilja rekja aðdraganda og upphaf ófriðans í Úkraínu. Án þess að ég segi hér og nú meira það. Ég eftir að tala það betur en að leið og ert að núna enda þennan þátt á þessari stöðu þá það náttúrulega býður það að segja hvernig allt brotið í dag. Engin siðferðislögmál lengur til í þeirri umgjörð sem við lifum gagnvart þeirri styrjöld sem að jaðrar vera orðin meira en heimstyrjöld. Hún heimstyrjöld og þetta alveg hárrétt sem þú bendir á að lögin sem að Sameinuðu þjóðirnar standa á hafa verið látnar víkja til hliðar fyrir vilja Bandaríkjamanna undanfarna áratugi og það oft vitnað til þess vilja sem the rule-based international order. The rule-based international order hefur verið látin víkja til hliðar the law-based international order. Og þessi rule-based international order sveiflast bara til eftir því hvernig liggur á þeim þarna fyrir vestan og það ekkert lag á því hvernig þetta núna því að það fer allt eftir því hvernig Trumpnum líður þegar hann vaknar á mótnana, hvað gerist hann daginn og í framhaldinu. Til dæmis sjóránin sem við höfum talað og manndrápin og það allt saman sem við komum nánar inn á í næsta spretti. Já, þú vilt enda þetta svona en ég vil nú fá að enda með því að segja þetta nú ekki bara Trump, það auðfundið á þessari vegferð að það eitthvað annað afl sem að stjórna heiminum í dag. Aflið sem á bakvið COVID, á bakvið allri þessari tilfærslu í fjármunum út heim og hvernig við Íslendingar að borga á þess að hafa hugmyndu í loftslagsmálum og í hernaði og öðru. Það þetta afl sem sést ekki en í dag að stjórna og auðvitað það hermangið á bakvið allt saman. Heldur betur.